Hér mun ég lesa Brandsþátt Örva. Þetta er náttúrulega bara smásaga. Brandsþáttur telst til Vestfirðingasagna enda er Brandur frá Vatnsfirði. Hann er ekkert ósvipaður Þorvarðarþátts Krákunefs þeir fara báðir að hitta sama konunginn og þetta eru bæði stuttar sögur. En Brandur fer sér út og hittir Harald konung Harðráða og hann er áritinn, hann verður ritaður snemma á 13. öld, snemma 1220 kannski. Hann er varðveittur í Morkinskinnu og þessum konungasögu. Þátturinn hefst á þannig, Brandsþáttur Örva. Nú er frá því sagt að á einu sumri kom til Noregs utan af Íslandi Brandur sonur Vermundar í Vatnsfirði. Hann var kallaður Brandur in Örvi. Var honum það sannefni. Brandur lagði skipi sínu inn til Niðaróss. Þjóðólfur skáld var vinur Brands og hafði margt sagt Haraldi konungi frá Brandi. Hve mikil mætismaður hann var og vel at sér. Og þá hafði hann mælt Þjóðólfur að honum þætti eigi sýnt að annar maður væri betur til konungs fallinn í Íslandi fyrir sakir örleika hans og stórmennsku. Hann hefur sagt konungi margt frá örleikum hans og mælti konungur: Það skal ég nú reyna, segir hann, gakk til hans og bið hann gefa mér skikkju sín. Þórólfur fór og kom inn í skemmu þar Brandur var fyrir. Hann stóð á gólfinu og stikaði léreft. Hann var í skarlatskyrtli og hafði skarlatsskikkju yfir sér og var bandið uppi á höfðinu. Hann hafði öxi gullrekna í handarkrikanum. Þjóðólfur mælti: Konungur vill þiggja skikkjuna. Brandur hélt fram verkinu og svaraði engu, en hann lét falla af sér skikkjuna og tekur Þjóðólfur hana upp og færir konungi. Og spurði konungur hversu færi með þeim. Hann segir að Brandur hafði engi orð segir síðan hvað hann hafðist at og svaf frá búningi hans. Konungur mælti: Víst sjá maður skapstór og mun vera mikils háttar maður, honum þótti eigi þurfa orð að hafa. Gakk enn og seg að ég vil þiggja at honum öxina, þá hina gullreknu. Þjóðólfur mælti: Ekki mér mikið herra, að fara oftar. Veit ég eigi hversu hann vill það virða. Ef ég kref vopns úr hendi honum. Þá þú vakðir umræðu Brand bæði nú og jafnan, segir konungur. Enda skaltu nú fara og segja að ég vil þiggja öxina, þá hina gullreknu. Ekki þykir mér hann örn nema hann gefi. Hér Þjóðólfur nú til fundar við Brand og segir að konungur vil þiggja öxina. Hann réttir frá sér öxina og mælti ekki. Þjóðólfur færir konungi öxina og segir hve fór með þeim. Konungur mælti: Meiri ván að þessi maður kunni vera fleirum örvari og heldur fénar nú of hríð. Farðu enn og seg að ég vil hafa kyrtilinn hann stendur í. Þjóðólfur segir: Ekki samir það, herra, að ég fara oftar. Konungur mælti: Þú skalt fara að vísu. Þær hann enn og kemur í loftið og segir:
að konungur vil þiggja kyrtilinn. Brandur bregður þá sýslunni og steypir af sér kyrtlinum og mælti ekki. Hann sprettir af erminni annarri og kastar braut síðan kyrtlinum, en hefir eftir ermina aðra. Þjóðólfur tekur hann upp og fer á fund konungs og sýnir honum kyrtilinn. Konungur leit á og mælti síðan: Þessi maður er bæði vitur og stórlyndur. Auðséð er mér hví hann hefur ermina af sprett. Honum þykir sem ég eiga eina höndina, og þó að þiggja ávalt en veita aldrei, og fari nú eftir honum. Og var svo gert, og fór Brandur til konungs, og þá af honum góða virðing og fégjafar, og var þetta gert til raunar við hann. Og það var allt sund.